Mér langar svolítið að tala aðra hluti, það hérna ráðning Páls Magnússonar sem búin að vera svona stórmáli í þessari viku. Þarna þessi maður ráðinn inn í Bankasýslu ríkisins. Það ýmsir sem að tala fyrir þann þjóðarinnar sem hafa lýst vanþóknun sinni á þessu. Þóra Kristín, hvað finnst þér þetta mál? Ég hef mikla vanþóknun á þessu. Ég tala ekki fyrir hönd þjóðarinnar, en ég hef mikla óbeit á því að það sé gengið fram af réttlætiskennd fólks með þessum hætti. Að það sé beinlínis, það teljist Páli Magnússyni til tekna og komi í staðinn fyrir kröfur sérþekkingu á bankamálum hafa verið aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur í tíð einkavæðinga bankana og ég minni á að Páll Magnússon var nú líka stjórnarformaður Landsvirkjunar og Valgerður var nú líka iðnaðarráðherra. Sjálfsagt hefur reynslan sem pólitískur aðstoðarmaður iðnaðarráðherra á þeim tíma sem að Kárahnjúkavirkjun var leyft af stokkunum vegið þar þungt. Þetta er bara andstyggilegt. Já. En hins vegar þetta mjög flókið mál vegna þess að... Hann var alltaf mikla reynslu á stjórnsýslu þessi maður. Já, það eru gerðar ákveðnar kröfur hæfni í lögum bankasýsluna og það virðist vera sem að það sé farið mjög frjálslega með þær þegar að þessum umsækjanda kemur. En nú gerist þetta í skjóli ráðherra sem bara úr VG? Já, þetta gerist í rauninni ráðherrann skipar þessa stjórn bankasýsluna sem að sýnir af sér þennan dómgreinda skort. En það er ekki Steingrímur J. Sigfússon sem að ræður Pál Magnússon hins vegar. Það er stjórnin sem gerir það. Og þetta gerist í mjög flóknu andrúmslofti vegna þess að annars vegar er fólk að krefjast þess og bæði stjórnmálamenn og almenningur að krefjast þess að stjórnmálamenn hafi engin afskipti af bönkunum, hafi engin afskipti af bankasýslunni, að það sé allt fullkomlega faglegt. Og hins vegar er verið að krefjast þess að það sé gripið fram fyrir hendurna til að mynda þessari stjórn og Páll Magnússon settur af vegna þess að henni hafi orðið fótaskortur. Þetta er mjög flókin staða. En sko, ég veit ekki hvernig menn geta í rauninni klórað sig út úr þessu. En mér finnst alveg ljóst að þeir verða að reyna það. Og þetta er mjög óþolandi í rauninni að við skulum sitja uppi á Íslandi í dag eftir allt sem að á undan er gengið með þá stöðu að hrunvaldarnir, eða ég ætla nú ekki að ganga svo langt að kalla Pál Magnússon hrunvald, þótt hann hefði verið aðstoðarmaður ráðherra, en hans í rauninni reynsla snýr að því að hafa verið í tengslum við þá sem að okkur er ljóst í dag að gerðu mistök, og ef að sú reynsla er nóg til þess að þeir geti haldið áfram og verið teknir fram yfir aðra, þá er eitthvað að. Ómar? Já, ég eiginlega skil ekkert í þessu sko. Ég hefði haldið að það væru örugglega til einhverju menn sem að hefðu verið lengur í bankabransa og fjármálum og svona heldur en sá sem að valinn var. Er ekki að vera að rannsaka þá alla Brynjar? En það má, sko, rúklum vona maður vaks í starfi og kannski hefur bara stjórn bankasýslunnar rétt fyrir sér. Ég menna, kannski reynist þetta verða hinn, sko, pottþéttur maður. Þú ert að verða íhaldssamur í seinni tíð, Ómar. Já, það var allir að fá sinn séns. Ég kannski velta fyrir mér í þessu aðalega, sko, af hverju var þessi bankasýsla stofnuð? Af hverju var þetta ekki bara 2 skrifstofur inn í fjármálaráðuneytinu? En sko, menn verða líka athuga í þessu sambandi, sko, hvert er starfsvið þessa bankasýslu? Þetta er að hafa, sko, umsjón með eignarhlut ríkisins í bönkunum. Við þurfum ekki vanan bankarekstrarmann eða eitthvað slíkt. Þó að segi í lögunum að þau hafa eitthvað sérþekkingu í banka og fjármálum. Hvað þýðir það að hafa sérþekkingu í því? Auðvitað eru bara önnur atriði sem vega þyngra. Það er stjórnun, reynslu af stjórnsýslu og reka ríkisstofnun. Þetta er ríkisstofnun. Og getur ekki bara vel verið að Páll hafi bara verið hæfast fyrir því. Kæmur ekki óvart. Frekar er einhver rekstrarmaður í bankanum sem vann 30 í bankanum og sá ekki neitt hvað gerðist. Ég man nú umræðurnar, Brynjar, þegar að umræðurnar það inn á þingi hvað það væri nauðsynlegt að stjórnmálamenn kæmu hvergi með klærnar í neitt sem að snerti bankana, og það er í því andrúmslofti sem að Bankasýsla ríkisins var stofnuð til þess að halda stjórnmálamönnum áhrifum þeirra frá. Já, ég meina hann er ekki stjórnmálamaður í þeim skilningi, er hann ekki bara, hann var aðstoðarmaður. Nei, ég er að tala Steingrímur J. Sigfússon. Þú veist að segja að þetta er heima í fjármálaráðuneytinu. Hann ber ábyrgð á málum.